Góðan daginn. Ég set hér 30. fund bæjarstjórnar sem haldinn í bæjarstjórnarsal 5. daginn 28. nóvember 2024 og hófst klukkan 5. Fundinn sitja hérna Ragnar Már Ragnarsson, Haukur Garðarsson, Heiðrún Höskuldsdóttir, Þórhildur Eyþórsdóttir, Ragnar Ingi Sigurðsson, Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir og svo sem hér stendur Hrafnhildur Hallarsdóttir. Hér einnig Þórarinn Jónsson sem rita fundargerð og Gea Steinsdóttir, Jón Sindri Emilsson sér útsendingu eins og venjulega og Jakob Björgvin Jakobsson bæjarstjóri situr í fundinn. Áður ég geng til dagskrár sem inniheldur 25 liði að þá langar mig að óska eftir samþykki fundarins á uppfærslu frá boðaðri dagskrá á inngangi í dagskrárliðum 24 og 25. Hverjir samþykkja þessa uppfærslu? Og hún samþykkt samhliða. Þá það fyrsti liður á dagskrá. Hér lögð fram fundargerð 27. fundar bæjarráðs og lögð hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 2. Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa númer 39 lögð hér fram fundargerð til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 3. Skóla- og fræðslunefnd lögð hér fram 17. fundargerð skóla- og fræðslunefndar og lögð hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 4. Æskulýðs- og íþróttanefnd lögð frá fundargerð 4. fundar nefndarinnar lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 5. Öldungaráð lögð frá 7. fundargerð öldungaráðs lögð fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 6. Skipulagsnefnd fundargerð 25. fundar skipulagsnefndar lögð lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 7. Safna- og menningarmálanefnd lögð fram 5. fundargerð safna- og menningarmálanefndar lögð hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 8. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd lögð hér fram 4. fundargerð atvinnu- og nýsköpunarnefndar lagt fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 9. Dreifbýlisráð lögð fram 4. fundargerð dreifbýlisráðs lagt fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 10. Ályktun Skógræktarfélags Íslands vörsluskyldu búfjár lögð fram ályktun Skógræktarfélags Íslands sem samþykkt var á aðalfundi félagsins sem fram fór dagana 30. ágúst til 1. september 2024. Þetta lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 11. Samningur á sviði endurhæfingar lagði fram samningur á sviði endurhæfingar milli Tryggingastofnunar, félagsþjónustu sveitarfélaga, virk, starfsendurhæfingarsjóðs, SES og Vinnumálastofnunar og heilsugæslustöðva. Lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 12. Skólastefna Stykkishólms Skólastefna sveitarfélagsins lögð fram. Skólastefna var tekin til umræðu á 17. fundi skóla- og fræðslunefndar og nefndin taldi jákvætt hvað mikið hefur nú þegar komið til framkvæmda af þeim atriðum sem talin voru helstu áskoranir í skóla- og frístundamálum sveitarfélagsins. Þetta lagt hér fram til kynningar og orðið laust. Enginn kveður sér hljóðs. 13. liður kjör nefnda í samræmi við samþykkt sveitarfélagsins Stykkishólms. Hér lögð fram beiðni formanns safna- og menningarmálanefndar laust frá störfum formanns. Fyrir liggur að tilnefna það nýja formann í nefndina. Hér tillaga forseta bæjarstjórnar að bað breytingum á fulltrúum hálista í safna- og menningarmálanefnd og nefndin verði skipuð svona: Jón Ragnar Daðason verði formaður, Arnór Óskarsson aðalmaður, Dagný Hermannsdóttir aðalmaður, Harpa Eiríksdóttir varamaður, Georg Pétur Ólafsson varamaður og Kristján Daðason varamaður. Hverjir samþykkja þessa tillögu að fulltrúum í safna- og menningarmálanefnd?
og það samþykkt samhljóða. Liður 14, sjálfbær atvinnusvæði á Vesturlandi. Lögð fram hér skýrsla KPMG sjálfbær atvinnusvæði á Vesturlandi, lagt fram til kynningar og orðið laust. Engin hversu ljós. 15. liður erindi vegna fasteignagjalda. Hér lagt fram erindi vegna fasteignagjalda að Smiðjustíg 3 og bæjar á samþykkt á 27. fundi sínum styrk vegna fasteignagjalda fyrir 2025. Orðið laust undir lið 15. Engin hversu ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu bæjarráðs. Hver eru samþykkið því? Og það samþykkt samhljóða. 16. liður sýslumaðurinn á Vesturlandi. Dómsmálaráðherra setti Birnu Ágústsdóttur sýslumanninn á Norðurlandi vestra tímabundið sem sýslumann á Vesturlandi frá 1. júní síðastliðnum til og með 31. maí 2025. Tilefni setningarinnar var beiðni Ólafs Kristófers Ólafssonar sýslumanns laust frá embætti. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd skoraði á 4. fundi sínum á dómsmálaráðherra að auglýsa nú þegar starf sýslumannsins á Vesturlandi sem með aðsetur í Stykkishólmi laust til umsóknar. Bæjarráð staðfesti á 27. fundi sínum afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar og vísaði málinu til bæjarstjórnar. Orðið laust undir lið 16. Engin hversu ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar. Hverjir eru samþykkið því? Og það samþykkt samhljóða. Liður 17, samgönguáætlun fyrir árin 2024 til 2038. Á 4. fundi atvinnu- og nýsköpunarnefndar voru samgöngumál innan sveitarfélagsins tekin til umræðu. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd skoraði á innviðaráðherra, Vegagerðina, þingmenn Norðvesturkjördæmis og umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis að leggjast á eitt að færa framkvæmdir á Snæfellsnes 54 Skógarströnd framar samgönguáætlun. Það er í raun ótakt að þessi ófjármagnaði stofnvegur á láglendi sem enn að langt að stærstum hluta malarvegur, svo einu á Íslandi, sé ekki sérstökum forgangi í samgönguáætlun. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd minnti á í því sambandi að Skógarstrandarvegur er hluti grunnnetsins samkvæmt samgönguáætlun og ætti því að vera forgangsatriði við ráðstöfun fjármuna á samgönguáætlun líkt og markmið hennar kveða á en það endurspeglast hins vegar ekki í fyrirliggjandi drögum eða tillögum að samgönguáætlun. Í raun er ótakt að þessi eini stofnvegur á láglendi á Íslandi, sem enn er malarvegur, sé ítrekað látinn sæta afgangi við forgangsröðun fjármuna. Þessi er í raun krafist að forgangsröðun fjármuna verði í samræmi við markmið samgönguáætlunar. Að mati nefndarinnar er hreinlega skömm að því að á Íslandi sé til staðar stofnvegur á láglendi sem enn sé malarvegur. Það er því óhjákvæmilegt að gera kröfum að fyrirliggjandi samgönguáætlun verði breytt með tilliti til mikilvægis vegarins sem hluta af grunni til samgöngukerfisins og framkvæmdir verði flýtt inn á fyrsta tímabil áætlunar. Nefndin skoraði einnig á Vegagerðina að setja upp teljara á svæðinu svo hægt sé að auka þjónustu í samræmi við umferðarþunga. Einnig er lögð áhersla á endurbætur á Snæfellsnesvegi frá Borgarnesi inn á Snæfellsnes, sér í lagi endurbætur á Snæfellsvegi 54 frá Brúarhrauni að Dalsmynni verði farið framar í samgönguáætlun. Einnig lagði atvinnu- og nýsköpunarnefnd þunga áherslu á að Stykkishólmsvegur 58 er ónýtur og óviðeigandi, sér í lagi frá Stykkishólmi og að Vogsbotni og er þess krafist að endurbygging vegarins verði sett í algjöran forgang. Að öðru leyti vísaði nefndin í fyrri ályktanir sveitarfélagsins og umsagnir varðandi Snæfellsnesveg 54. Bæjarráð staðfesti á 27. fundi sínum afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar og vísaði málum til bæjarstjórnar. Og orðið er laust undir lið 17. Engin hversu ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar. Hverjir eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 18 ríkisstörf í Stykkishólmi. Störf á vegum ríkisins í Stykkishólmi voru tekin til umræðu á 4. fundi atvinnu- og nýsköpunarnefndar. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd krafðist þess að ríkið standi vörð störf á vegum ríkisins í Stykkishólmi en þeim hefur fækkað á síðustu 10 árum þrátt fyrir að ríkisstörfum hafi fjölgað á Vesturlandi sem og á landsvísu.
Nefndin taldi ljóst að ríkið hafi ekki staðið sig skyldi í að fjölga ríkisstörfum á landsbyggðinni, að minnsta kosti ekki í Stykkishólmi. Vísaði nefndin að öðru leyti til fyrri ályktana og umsagna sveitarfélagsins vegna þessa. Bæjarráð staðfesti á 27. fundi sínum afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar og orðið er laust undir lið 18. Enginn hefur kveðið sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 19. Stykkishólmur í sókn, efling atvinnulífs í Stykkishólmi. Hér er lagt fram skilabréf starfshóps eflingu atvinnulífs í Stykkishólmi ásamt loka skýrslu þar sem tíundaðar eru tillögur hópsins atvinnulíf í Stykkishólmi til framdráttar. Á fjórða fundi atvinnu- og nýsköpunarnefndar benti nefndin á að starfshópur eflingu atvinnulífs í Stykkishólmi skilaði af sér skýrslu árið 2022. Þar sem meðal annars er lögð áherslu á frekari nýtingu svæðisbundinna náttúruauðlinda á sjálfbæran hátt og að það verði gert með því að efla rannsóknir á lífríki sjávar. Til þess verði stofnað þekkingar- og rannsóknarsetur við Breiðafjörð sem hafi það meginmarkmiði að stuðla að auknu klasasamstarfi einstaklinga, atvinnulífs, stofnana og opinberra aðila, þannig að stuðla megi að jákvæðri samfélags- og byggðaþróun á svæðinu, byggða á svæðisbundnum styrkleikum. Í sama streng tekur stýrihópur framtíð verndarsvæðis Breiðafjarðar í skýrslu frá júní 2024. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd fagnaði stuðningi háskóla, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra við verkefnið og lagði áherslu á mikilvægi þess að það verði stofnað á vormánuðum 2025 í samræmi við stuðning ráðuneytis þarum. Bæjarráð staðfesti á 27. fundi sínum afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar og orðið er laust undir lið 19. Og enginn kveður sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar. Hver eru samþykkir því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 20. Samantekt og niðurstöður Breiðafjarðarnefndar framtíð Breiðafjarðar, ekki nefndarinnar. Lögð fram skýrsla greiningu á verndargildi verndarsvæðis Breiðafjarðar og áhrif þess, tækifæri og ógnanir á samfélag, byggð og atvinnulíf ásamt tengdum gögnum. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd fagnaði á fjórða fundi sínum niðurstöðunni og batt vonir við að með þessari niðurstöðu hafi skapast mikilvæg sátt framtíð Breiðafjarðar. Lykilþáttur í allri umræðu og sátt framtíð Breiðafjarðar er að rannsóknir á lífríki Breiðafjarðar verði stórauknar frá því sem nú er, þannig að tryggja megi áfram sjálfbæra auðlindanýtingu fjarðarins. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd beindi því til matvælaráðherra, þingmanna Norðvesturkjördæmis og Hafrannsóknastofnunar að stórauka rannsóknir á lífríki Breiðafjarðar. Bæjarráð staðfesti á 27. fundi sínum afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar og orðið er laust undir lið 20. Máli númer 20. Hvað vilt? Já. Heitið á máli númer 20 á að vera Já, við skulum taka stutt fundarleið með öðru þetta. Framtíð verndarsvæðis Breiðafjarðar, það heitið hún. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn líka á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum sameini kosti kyrrláts bæjar úti á landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni,
heldur er bæjastæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér er kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt er í göngu færi og öflug þjónustan er ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldu sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika er í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum er mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan er á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það er af þessum sökum sem Stykkishólmur er í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi, aðeins steinsnar frá iðandi mannlífi og menningu höfuðborgarinnar, en hæfilega langt frá henni svo leiðindastressið megi fara lönd og leið. Því af hverju að bíða alla dag í umferðinni ef annað er hægt. Já, það verður meira úr lífinu þegar þessara beggja kosta er notið. Svo komdu vestur, í bæinn við eyjarnar, sem hefur verið byggð frá fyrstu tíð, en landnámsmenn höfðu svo mikinn átrúnað á helgi þessa svæðis að með eindæmum þótti. Það er eftir öðru. Jafnvel vatnið hér slóðir hefur lækningamátt. Já, og umhverfið allt og andrúmið eins og heimamenn hafa jafnan á orði, í bænum fagra, í sjálfum bakgarði borgarinnar. Já, Stykkishólmur er engin spurning, heldur bara sjálft svarið. Stykkishólmur er bæjarfélag sem á ekki sinn lík á landinu, staðsett í einstöku umhverfi á norðanverðu Snæfellsnesi í aðeins 2 tíma akstursfjarlægð frá Reykjavík, en sækir góðra og örugra samgangna þar á milli, má heita að samfélag fólksins í hólminum samin í kosti kyrrláts bæjar úti á landi og iðandi mannlífsins á höfuðborgarsvæðinu. Já, hólmurinn er aðeins í seilingarfjarlægð. Og hver sá sem fer þar verður snortinn af fagurri ásýnd bæjarins, ekki einasta vel varðveittum og sögufrægum húsunum sem standa á gömlum grunni uppi af skjólgóðri höfninni, heldur er bæjastæðið bæði einstakt og óviðjafnalegt úti á vogskornu Þórsnesinu sem skagar út í ægifagran Breiðafjörð með óteljandi eyjarnar allt kring. Já, hér er landið, allt og kynjar þess í hátíðarskapi. Stykkishólmur er ekki einasta miðsvæðis á Snæfellsnesi, einni helstu náttúruparadís landsins, heldur er þessi höfuðstaður Snæfellinga einstaklega vel í sveit settur á Vesturlandi fyrir þá fjölmörgu sem vilja njóta ferðamöguleikana í öllum landsfjörðungnum, en óhætt er að segja að þar fari saman þróttmikil þjónusta, einstakar áskoranir og alls konar afþreying. Já, þetta þekkja ferðalangar, íslenskir og erlendir, af góðu einu. En bærinn við eyjarnar
tekur ekki bara vel á móti kröfuhörðu ferðafólki á ári hverju, heldur æ fleiri íbúum, jafnt einstaklingum og fjölskyldum sem kunna að meta það einstaklega háa þjónustustig sem Stykkishólmur státar svo mjög af á öllum stigum heilsugæslu, menntunar, íþrótta, frístundastarfs, verslunar, veitinga og afþreyingar af margvíslegu tagi. Já, hér kraftmikið, lifandi og gefandi samfélag að finna. Því fylgja líka einstök þægindi að búa í hæfilega stóru samfélagi þar sem allt í göngufæri og öflug þjónustan ávallt innan seilingar. Þetta þekkja barnafjölskyldur sem setjast hér að í öruggu umhverfi og njóta þess jafnt að sjá börnin sín blómstra og finna eigin kröftum farveg í störfum án staðsetningar eða á staðnum þar sem fjöldi atvinnumöguleika í boði. Já, geta nýtt tímann svo miklu betur með sínum nánustu og peninga heimilisins mikil ósköp, en verð á fasteignum mun hagstæðara í Stykkishólmi en á höfuðborgarsvæðinu þótt stutt sé þar á milli. Hitaveitan á sama verði, leikskólagjöldin sambærileg og á höfuðborgarsvæðinu. Hér gera því íbúarnir meira úr þeim fjármunum sem þeir afla sér en þekkist í helsta þéttbýli landsins. Já, því ekki að njóta lífsins, eiga tímann fyrir sig og afgang. Og það af þessum sökum sem Stykkishólmur í sókn, af því að þar fer saman kröftugt atvinnulíf og öflug þjónusta í einstöku umhverfi aðeins Þá höldum við áfram eftir örstutt hlé. Við lagfærum í fundargerð heitið á lið 20 sem framtíð verndarsvæðis Breiðafjarðar og skýrslan sem var nefnd var unnin af stýrihópi sem var skipaður af Guðlaugi Þór Þórðarsyni umhverfis- og auðlindaráðherra. Það verður lagfært í fundargerð. En við vorum ekki búin að afgreiða þetta. Sem bæjar staðfesti á 27. fundi sínum afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar og bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu atvinnu- og nýsköpunarnefndar. Hver samþykkið því? Og það samþykkt samhliða. Þá höldum við áfram, það komið lið 21, stefnumörkun opinna grænna svæða innan bæjarmarka í Stykkishólmi. Lagt hér fram erindisbréf starfshóps stefnumörkun opinna grænna svæða innan bæjarmarka í Stykkishólmi. Björn Ásgeir Sumarliðason, formaður hópsins, gerði grein fyrir vinnu hópsins á 4. fundi umhverfis- og náttúruverndarnefndar. Umhverfis- og náttúruverndarnefnd þakkaði formanni hópsins fyrir greinargóða yfirferð yfir vinnu starfshópsins. Umhverfis- og náttúruverndarnefnd lýsti yfir áhuga nefndarinnar á að halda áfram vinnu starfshópsins. Bæjarráð lagði á 27. fundi sínum til við bæjarstjórn að fela umhverfis- og náttúruverndarnefnd frekari vinnu í samræmi við vinnu starfshópsins. Orðið laust undir lið 21 opnu grænu svæðin í Stykkishólmi og stefnumörkun þar Enginn hefur kveðið sér ljós. Bæjarstjórn samþykkir að fela umhverfis- og náttúruverndarnefnd að halda áfram vinnu starfshópsins í samræmi við fyrirliggjandi erindisbréf. Hver samþykkir þessu? Og það samþykkt samhliða. Þá kom að lið 22, Bessaskjárhraun, umsókn byggingarleyfi, skipulagsmál. Lögð hér fram umsókn byggingarheimild fyrir frístundahús á landi Bessaskjárhrauns á einni hæð með kjallara að hluta úr steinsteypu, einangrað innan, gólfhiti og þak úr timbri, alls 290,5 fermetrar. Á 39. fundi sínum vísaði byggingarfulltrúi málinu til skipulagsnefndar. Bæjarstjórn Stykkishólms staðfesti á 20. fundi sínum afgreiðslu 17. fundar bæjarráðs þar sem ráðið taldi að mismunandi túlkun nefndar sveitarfélagsins á grein 4.1 í aðalskipulagi Helgafellssveitar frá 2014 til 2024 gefi tilefni til að skerpa á texta greinarinnar meðal annars þegar horft til hvenær skuli deiliskipuleggja á þeim svæðum þar sem fyrirhuguð uppbygging á þetta við lögbýli og allt það land sem hefur verið stofnað úr þeim gildi þó einu hvaða landnotkunarflokki það tilheyrir samkvæmt skilgreiningu á 6. kafla skipulagsreglugerðar 90/2013.
Bæjarráð samþykkti að fela skipulagsfulltrúa að vinna minniháttar breytingu á greininni en lagði áherslu á að þær byggingarheimildir sem eru nú þegar í gildandi aðalskipulagi Helgafellssveitar verði óbreyttar þar til nýtt aðalskipulag fyrir sameinað sveitarfélag Helgafellssveitar og Stykkishólmsbæjar sem samþykkt hefur verið að hefja vinnu við tekur gildi. Þar til umrædd aðalskipulagsbreyting hefur tekið gildi verða umsóknir byggingarheimildir í dreifbýli metnar heildstætt hverju sinni þar sem sérstaklega verði hugað að hugsanlegri bótaábyrgð sveitarfélagsins vegna málsmeðferðar sveitarfélagsins. Samkvæmt aðalskipulagi Helgafellssveitar frá 2012 til 2024 er landbúnaðarsvæðum heimilt án þess að aðalskipulagi sé breytt að reisa 4 stök íbúðarhús á jörðum eða jarðarspildum sem er 10 hektarar eða stærri og 3 frístundahús á jörðum eða jarðarspildum. Fjöldi þegar byggða íbúðarhúsa eða frístundahúsa dragast frá heimildinni. Skipulagsnefnd taldi á 25. fundi sínum þegar litið er að máli heildstætt að nefndin hafi ekki forsendur til þess að leggjast gegn byggingarleyfinu á grundvelli ákvæða aðalskipulags. Áður en endanleg afstaða tekin til erindisins óskaði skipulagsnefnd eftir umsögnum áformin frá Minjastofnun og Umhverfisstofnun. Skipulagsnefnd benti á ef fyrirhugað er að fara í nýja veglagningu og tengingu við tengivegin að samkvæmt 6. grein reglugerðar nr. 772 frá 2012 framkvæmdaleyfi skal sá sem óskar eftir framkvæmdaleyfi senda skriflega umsókn til sveitarfélagsins ásamt nauðsynlegum gögnum fyrirhugað framkvæmd. Í 7. grein sömu reglugerðar er tiltekið hvað gögn þurfi til að leggja fyrir, þar með talið afstöðumynd hnitsett í mælikvarða 1/2000 til 1/500 eða í öðrum læsilegum mælikvarða sem sýnir fyrirhugaða framkvæmd og afstöðu hennar gagnvart aðliggjandi byggð og að landi. Hönnunargögn sem nauðsynleg eru til að framkvæma eftir lýsing og framkvæmd og hvernig hún fellur að gildandi skipulagsáætlunum og staðháttum. Áliti skipulagsstofnunar mat á umhverfisáhrifum eða ákvörðun skipulagsstofnunar matsskyldu framkvæmdar ásamt þeim gögnum sem stofnunin byggði niðurstöðu sína á. Á grunni framangreinds óskaði skipulagsnefnd eftir þeim gögnum sem liggja þurfi fyrir samkvæmt 7. grein reglugerðar framkvæmdaleyfi og í framhaldinu verði óskað umsagnar Minjastofnunar, Vegagerðarinnar og Umhverfisstofnunar á fyrirhuguðum áformum áður en endanleg afstaða nefndarinnar liggur fyrir. Bæjarráð staðfesti á 27. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og óskaði eftir umsókn Skipulagsstofnunar, jafnframt vísaði bæjarráð erindinu til bæjarstjórnar og orðið er laust undir lið 22. Óskaði einnig eftir umsókn. Já, vantast. Já, óskaði einnig eftir. Þá er eftir með það. Enginn sem við hverju sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og bæjarráðs. Hverju er samþykki því? Og það er samþykkt samhliða. Þá komum við að lið 23. Jónsnes, umsókn byggingarheimild, skipulagsmál. Lögð hefur fram umsókn Jónsnes EHF fyrir fuglaskoðunarhúsi úr timbri á steyptri plötu. Samhliða er sótt framkvæmdaleyfi fyrir veg að húsinu. Á 39. fundi sínum vísaði byggingarfulltrúi málinu til skipulagsnefndar. Bæjarstjórn Stykkishólms staðfesti á 20. fundi sínum afgreiðslu 17. fundar bæjarráðs þar sem ráðið taldi að mismunandi túlkun nefndar sveitarfélagsins á grein 4.1 í aðalskipulagi Helgafellssveitar frá 2014 til 2024 gefi tilefni til að skerpa á texta greinarinnar meðal annars þegar horft er til hvenær skuli deiliskipuleggja á þeim svæðum þar sem fyrirhuguð er uppbygging. Á þetta við lögbýli og alltaf land sem hefur verið stofnað úr þeim. Gildir þó einu hvaða landnotkunarflokki það tilheyrir samkvæmt skilgreinu á 6. kafla skipulagsreglugerðar 90 frá 2013. Bæjarráð samþykkti að fela skipulagsfulltrúa að vinna minniháttar breytingu á greininni en lagði áherslu á að þær byggingarheimildir sem nú eru þegar gildandi í því gildandi aðalskipulagi Helgafellssveitar verði óbreyttar þar til nýtt aðalskipulag fyrir sameinað sveitarfélag Helgafellssveitar og Stykkishólmsbæjar þar sem samþykkt hefur verið að hefja vinnu við tekur gildi. Þar til umrædd aðalskipulagsbreyting hefur tekið gildi verða umsóknir byggingarheimildir í dreifbýli metnar heildstætt hverju sinni
þar sem sérstaklega verði hugað að hugsanlegri bótaábyrgð sveitarfélagsins vegna málsmeðferðar sveitarfélagsins. Samkvæmt aðalskipulagi Helgásveitar 2012 til 2024 á landbúnaðarsvæðum heimilt án þess að aðalskipulagi sé breytt að reisa 4 stök íbúðarhús á jörðum eða jarðarspildum sem eru 10 hektarar eða stærri og 3 frístundahús á jörðum eða jarðarspildum. Fjöldi þegar byggða íbúðarhúsa eða frístundahúsa dregst frá heimildum. Skipulagsnefnd taldi á 25. fundi sínum þegar litið er að máli heildstætt að nefndin hafi ekki forsendur til þess að leggjast gegn byggingarheimildinni á grundvelli ákvæða aðalskipulags. Skipulagsnefnd lagði áherslu á að húsið verði staðsett 50 metrar frá sjó og að yfirlitsmynd sé í réttum hvarfa. Áður en endanleg afstaða tekin til erindisins óskaði skipulagsnefnd eftir umsögnum áformin frá Minjastofnun, Umhverfisstofnun og Skipulagsstofnun. Skipulagsnefnd benti á að samkvæmt 6. grein reglugerðar nr. 772 frá 2012 framkvæmdaleyfi skal sá sem óskar eftir framkvæmdaleyfi senda skriflega umsókn til sveitarfélagsins ásamt nauðsynlegum gögnum fyrirhugaða framkvæmd. Í 7. grein sömu reglugerðar tiltekið hvað gögn þurfa að liggja fyrir, þar með talið afstöðumynd hnitssett í mælikvarða 1:2000 til 1:500 eða í öðrum læsilegum mælikvarða sem sýnir fyrirhugaða framkvæmd og afstöðu hennar gagnvart aðliggjandi byggð og að landi, hönnunargögn sem nauðsynleg eru til að framkvæma eftir, lýsing á framkvæmd og hvernig hún fellur að gildandi skipulagsáætlunum og staðháttum, áliti Skipulagsstofnunar mat á umhverfisáhrifum og að ákvörðun Skipulagsstofnunar matsskyldu framkvæmdar ásamt þeim gögnum sem stofnunin byggir niðurstöðu sína á. Á grunni framangreinds óskar skipulagsnefnd eftir þeim gögnum sem liggja þar fyrir samkvæmt 7. grein reglugerðar framkvæmdaleyfi og í framhaldinu verði óskað umsagnar Minjastofnunar og Umhverfisstofnunar á fyrirhuguðum áformum áður en endanleg afstaða nefndarinnar liggur fyrir. Bæjarráð staðfesti á 27. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og vísaði jafnframt erindinu til bæjarstjórnar og orðið laust undir lið 23. Og enginn hefur kveðið sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir afgreiðslu skipulagsnefndar og bæjarráðs. Hverjir eru samþykkið því? Það samþykkt samhliða. Þá komum að lið 24, Birkilundur, breytingu aðalskipulagi 2024. Þann 14. ágúst 2024 samþykkti sveitarfélagið að auglýsa tillögu að breytingu á aðalskipulagi Helgásveitar 2012 til 2024 í samræmi við 31. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010 að undangenginni athugun Skipulagsstofnunar í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar laganna og nýtt deiliskipulag fyrir Birkilund í Helgásveit í samræmi við 1. og 2. málsgrein 41. greinar laganna. Birkilundur nú þegar að hluta til byggt frístunda og íbúðarhúsum. Svæðið samtals 55,4 hektarar og tekur aðalskipulagsbreytingin til 9,4 hektara. Með breytingunni verður landnotkun á hluta svæðisins breytt úr frístundabyggð og landbúnaði í 2,8 hektara verslunar- og þjónustusvæði fyrir rekstrarleyfisskyld útleiguhús og svæði fyrir íbúðarbyggð stækkað um 6,6 hektara og landbúnaðarsvæði og frístundabyggð minnkað sem því nemur. Í deiliskipulaginu eru settir fram skilmálar fyrir 16,2 hektarum íbúðarbyggð með 16 lóðum, 36,4 hektara frístundabyggð með 39 lóðum og 2,8 hektara verslunar- og þjónustusvæði fyrir 15 rekstrarleyfisskyld útleiguhús. Lögðu fram samantekt umsagna og athugasemda ásamt tillögu að svörum sem bárust við tillögu breytingar á aðalskipulagi Helgásveitar og tillögu nýskipt deiliskipulags fyrir íbúðar- og frístundasvæði í Birkilund í landi Saura sem kynntar voru dagana 2. október til 13. nóvember 2024.
Skipulagsnefnd taldi á 25. fundi sínum að athugasemdir gefi ekki tilefni til þess að breyta þurfi skipulagsuppdráttum. Skipulagsnefnd lagði til við bæjarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi tillögu að breytingu á aðskipulagi og að bæjarstjóra verði falið að senda svör til þeirra sem athugasemdir gerðu og senda tillöguna til skipulagsstofnunar. Bæjarráð staðfesti á 27. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og fól bæjarstjóra að ganga frá svörum í samráði við skipulagshönnunni. Í samræmi við afgreiðslu bæjarráðs eru lögð fyrir bæjarstjórn fram tillögur að viðbrögðum sveitarfélagsins og orðið er laust undir lið 24. Engin kveðsljós. Bæjarstjórn samþykkir fyrirliggjandi breytingatillögu á aðalskipulagi Helgafellssveitar frá 2012 til 2024 fyrir Birkilund í Helgafellssveit ásamt fyrirliggjandi viðbrögðum við athugasemdum og felur bæjarstjóra að senda tillögu til skipulagsstofnunar til endanlegra staðfestingar og auglýsingar í B-deild stjórnartíðinda samanber 32. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og hverjir samþykkja þetta. Og það er samþykkt. Samhljóðan. Þá er komið að síðasta liðardagskrá, nr. 25, sem er Birkilundur nýtt deiliskipulag 2024. Þann 14. ágúst 2024 samþykkti sveitarfélagið að auglýsa tillögu að breytingu á aðalskipulagi Helgafellssveitar 2012 til 2024 í samræmi við 31. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 að undangenginni athugun skipulagsstofnunar í samræmi við 3. málsgrein 30. grein laganna og nýtt deiliskipulag fyrir Birkilund í Helgafellssveit í samræmi við 1. og 2. málsgrein 41. grein laganna. Birkilundur er nú þegar að hluta til byggt frístunda- og íbúðarhúsum. Svæðið er samtals 55,4 hektarar og tekur aðskipulagsbreytingi til 9,4 hektara. Með breytingunni verður landnotkun á hlutasvæðisins breytt úr frístundabyggð og landbúnaði í 2,8 hektara verslunar- og þjónustusvæði fyrir rekstrarleyfisskyld útleiguhús og svæði fyrir íbúðarbyggð er stækkað 6,6 hektara og landbúnaðarsvæði og frístundabyggð minnkað sem því nemur. Í deiliskipulaginu eru settir fram skilmálar fyrir 16,2 hektara íbúðarbyggð með 16 lóðum, 36,4 hektara frístundabyggð með 39 lóðum og 2,8 hektara verslunar- og þjónustusvæði fyrir 15 rekstrarleyfisskyld útleiguhús. Í lögðu fram samantekt umsagna og athugasemda ásamt tillögu að svörum sem bárust við tillögu breytingar á aðalskipulagi Helgafellssveitar og tillögu nýtt deiliskipulags fyrir íbúðar- og frístundasvæði í Birkilundi í landi Söðra sem kynntar voru dagana 2. október til 13. nóvember 2024. Skipulagsnefnd taldi á 25. fundi sínum að athugasemdir gefi ekki tilefni til þess að breyta þurfi skipulagsuppdráttum. Skipulagsnefnd lagði til við bæjarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi samanber 3. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 að bæjarstjóra verði falið að senda svör til þeirra sem athugasemdir gerðu, senda tillöguna til yfirferðar skipulagsstofnunar og að birta auglýsingu samþykki deiliskipulagsins í B-deild stjórnartíðinda eftir yfirferð skipulagsstofnunar í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Bæjarráð staðfesti á 27. fundi sínum afgreiðslu skipulagsnefndar og fól bæjarstjóra að ganga frá svörum í samráði við skipulagshönnunni og í samræmi við afgreiðslu bæjarráðs eru lögð fyrir bæjarstjórn fram tillögur að viðbrögðum sveitarfélagsins og orðið er laust undir lið 25. Og það kveður sér engin ljós. Bæjarstjórn samþykkir fyrirliggjandi tillögu að deiliskipulagi með áorðnum breytingum samanber 3. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 ásamt fyrirliggjandi viðbrögðum við athugasemdum og felur bæjarstjóra að senda svör til þeirra sem athugasemdir gerðu, senda tillöguna til yfirferðar skipulagsstofnunar og í framhaldinu að birta auglýsingu samþykki deiliskipulagsins í B-deild stjórnartíðinda eftir yfirferð skipulagsstofnunar í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010
að lokinni birtingu breytinga á aðalskipulagi í B-deild Stjórnartíðinda og hverjir eru samþykkir þessu. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er ekki fleiri mál á dagskrá á þessum fundi. Þannig að ég er bara svona að slíta þessa fundi og þakka fyrir góða fundasettu og hefði alveg mátt koma meira upp í pontu þannig ég hef fengið smá pásu. En að öðru leyti þá slíti fundi klukkan 17:46. Takk.